hinn bráðmyndalegi og, já, Fury mættur í stúdíu. Alveg efni í singul. Hvernig værið þú með svona, þú veist, Crazy Bastard sem acoustic, hvað varur að leika það með? I'm a crazy bastard, þú veist, myndur þú róa það svona niður? Já, svolítið. Já. The crowd was screaming at the end, yes, who I am. Told the bastards I am who I am. Nei, það er kannski ástæði fyrir að við erum ekki búin að taka þetta akústik og Sverri var að koma hana þarna. Veistu hvað við höfum að gera þetta? Kottum með það. Við höfum að hvetja í samkeppni. Hvetja í samkeppni? Já. Nú. Bara nú eru fullt af alls konar tónlistamönnum þarna úti, maður. Fullt af efnilegum ungum. Fullt af efnilegum ungu fólki sem er að plokka gítarinn eða bla 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 með garritsband í öllum tölvum og menn geta búið bara til geisladiska inn í bílskúr heima hjá sig, sko. Ja, það er einhvern veginn allir konum með sitt eigi í stúdíu. Já, allir með sitt eigi, sko. Já. Og við ættum að efla til samkenni. Hver býr til Crazy Bastard? Flottustu útgáðuna. Flottustu útgáðan. Það er... Þegar maður er komið þangað, þá er maður alveg með raskandi fullt í naflanum á sér, sko. Já, ég er samt til í þessa keppni. En hún er mjög góð. Já, það er líka getur komið eitthvað flott. Já, við erum hérna, þú veist, einhvern þriðjudag fyrir sumarið, vorið að koma. Lóan er farin að sjá sig. Hvort ert þú meiri Crazy Bastard eða sjómleimaður? Ég verð nú að viðurkenna, ég er meiri Crazy Bastard maður, sko. Ok. Ég er meiri svona, það er meira rock í því, sko. Já. Og læti. Þú ert ekki þessi R&B söngvari? Nei, R&B er ekki alveg minn tebolli, sko. Nei. En, já, flott lag þar á ferð, einhverjum síður með Freyka Dór og hann á náttúrulega Drótti minn tík. heiðurinn á því, en við erum með spikfeitan þáttinn handa ykkur í dag og gengur hann ekkert bara út á Crazy Bastard og sjómle. Við ætlum að ræða páskana hérna eftir við Sveppi, heyra í fólki sem hefur engan áhuga að tala við okkur, sem er alltaf skemmtilegt og svo erum við líka með AT-keppnina, hún er á sínum stað. Já, stórkostlega. Það sem við keppum í AT, mjög erfitt að keppa í AT-in og okkur tekst það samt. Sammála. Og sem því sko, þegar maður er að keppi að þetta, eins og við ætlum að hafa, hvernig ætlum að hafa reglunum réttir? Ætlum við ekki bara að taka hérna smáauglýsingarnar? Jú. Ætlum við ekki að leika okkur svolítið með það? Förum í fréttablaðið. Förum bara í fréttablaðið og þú ert að velja at upp úr því. Já. Ok, minnst það er góð regla. Svo erum við með, já, vonandi hittaklefan, við erum að reyna að ná að manni hérna og þetta geti, já. Gæti að vera skemmtilegt. Já, hann ætti að vera hérna á sínum stað klukkan 5. Ég er allavega bjartsýnn á það. Já. Þannig að við erum með spikfeitan þáttandi ykkur, það er bara þannig. Nei, alveg krakka, við erum með spikfeitan. Já, bara ekki voga ykkur að skiptum stöðu því að þá missið það ykkur. Hárrétt. Ertu með hérna, hvað heitir þetta? Er ég með hvað? Insane Facts. Nei, herðu, þegar ég var með þess að spurður á því daginn, það var einhver hrikalegur aðdáandi staðrenda, sturlaða staðrenda, og svo spurði mig, hei, ákveður það hætt? Það var að því að síðunni var lokað. Já. Það var, hversu þreytt er það? Að vera með síður sem er lokað, þá missi ég bara dagskráralið í útvarpinu mínu. Það er leiðilegt. Við getum búið hann til. Já, ætlar að vera bara með þínar eigin sturluðu staðrendir. Já. Viltu það? Já, hvað er megin allavega hérna? Býta aðeins. Nú, það er googlið það? Nei, býta slaka á hérna. Ég er pollslagur. Alveg sultu slagur hérna. Tilbúinn? Já. Insane Facts by Sveppi Krull. Tilbúinn? Já. Ok. Hagamís finnast ekki í Færeyjum né á Grænlandi. Insane fact. Sturlu staðrind. Ó já, þetta er bara smjörþegurinn af því sem koma skall. Ok. Ertu með nokkra handa með rættir það? Já. Ég fíla það. Já. Það er glæsilegt og það er í fyrsta sinn, það er langan tíma sem að sturla staðrindir á sínum stað. Já. Hendum í Coldplay áður við fáum rosalegt slúður. Ég vona all þið sem að, já, eruð í vinninu, sé fann átt ykkur á því að þetta er virkilega stutt vinnuvika. Það er bara daginn í dag og á morgun. Svo erum við komin í páskafrí, þannig að sama hversu leiðilegur vinnu ert í þraukaðu. Ó, já. Það er bara það. Páskandir eru svo þægilegir. Maður er alltaf örugur sama frí. Já. En það er komið að slúðri og Sveppi, ég er með gott slúður í dag. Ó, ég er svo spenntur. Þetta er slúður sem ég fíla. Ok. Ég er ánægð með tventana. Ertu tilbúin? Já. Ég ætla að byrja slúður á því og ég er ekki búin að sjá þetta á neinum öðrum vefsíðum, allavega ekki íslenskum í dag. Jim Carrey og Jeff Daniels hafa staðfest að þeir ætla að gera Dumb and Dumber 2. Nei! Jú, hún er á leiðinni og það er Peter Farrelly sem að leikstýra fyrir myndinni sem að mun leikstýra þessari líka. Þetta meina þið? Farrelly bræður verða með hana og tökur fara af stað í september. Já! Þannig að það er alveg staðfest að Jim Carrey og Jeff Daniels hafa báður ákveðið að endurvekja sína karaktera og þetta eru með skemmtilegur, sko, þetta eru bestu fréttir sem ég fengið sinni sá að Ron Burgundy er líka að fara að gera framhald. Nú er það? Já, hann mætti til Conan O'Brien sem
Ron Burgundy og sagði að það væri að koma framhald. Þannig að þarna eru svona 2 af mínum uppáhaldsgrímmyndum að þetta framhald. Lloyd Christmas. Já, þetta Dumb and Dumber held ég eina myndin sem ég hef geta slögt á og tala með og komið aftur inn á rétta stað. Já. Ég horfði svo ofta á hana sögur og ég tala með henni allri. Já. Stórkostleg bíómynd og ég veit að það eru margir þarna úti sem að fagna þessu. Þeir eru líka alltaf með þetta ferlíbræður, sko. Já, þeir eru góðir, sko. Já, þeir eru ógeðslega góðir. Já, það kom náttúrulega út Dumb and Dumber sem eitthvað mesta sorp sem ég séð á ævi minni. Já, akkur enginn sem stoppar þetta? Ég skil það ekki, akkur bannar þetta ekki einhver. Og þetta einhvern veginn, sko, það bara, ég ennþá dauðsi eftir. Ég hef gert margt í lífinu sem ég séð eftir og oft skitið á mig og orðið sjálfur mér og fjölskyldu til skammar. En ég sé eitthvað mest eftir því að fara á Dumb and Dumber í bíó. Já. Þegar ég vissi þetta er horfbjóður, ég vissi allan tíman. Ég var ekkert eitthvað svona, þetta gætur það ágætt. Ég var bara ákveðið þetta ágætt. Eins og From Dusk to Dawn. Já. Það er bara númer 2, 3 og 4. Já, ég held að Final Destination 11 sé þetta í hús. Já. Núna í fjórvít og eitthvað svona kjaftaði. Það er alltaf að reyna að toppa viðbjóðan einhvern veginn. Og öllum drullu sama. Já, en þetta er ekki eitthvað svona bull. Þetta er Dumb and Dumber 2 frá Farrelly-bræðurum og Jim Carrey og Jeff Daniels í sínu hlutverkum. Þetta er geggjað. Þetta er rándýrt. Fíla þetta, næsta slúður er af vini mínu honum Adam Sandler en hann var að setja nýtt met. Ég kom nú aðeins inn á það í gær að hann var tilnefndur svo fyrsti í sögunni sem að fær alla tilnefningar til Razzie-verðlaunum hann úti. Já. Og það eru svona ógeðsverðlaun sem þú vilt ekki fá. Já. Hann vann öll. Já, djús, snillingur er hann. Já, þú ert að reyna að gera gott úr þessu, það er bara ekki hægt. Já. En hann var að ákveða núna, hann er að fara að gera nýja bíómynd og ætlar að gera Summer School. Hann ætlar að endurgera hana, þetta er grímynd frá 1980 og hann ætlar að endurgera hana. Þetta er sem sagt fjallar svona strákar sem eru saman í sumarbúð. Adam Sandler, er hann búinn á því eða? Nei! Hann má ekki vera búinn. Nei, verður samt hreinskilin núna. Hlakkaði til að sjá, veist, ég var að segja á hann að Dumb and Dumber 2 er þetta í hús. Já. Ertu spenntur að sjá Adam Sandler endurgera Summer School? Er þetta ekki önnur svona einhver fjölskyldu viðbjóðsleg? Hann er bara að missa þetta. Já. Því miður eins mikið við dýrka mannin. Já, það er bara neðslur. Já, og sko myndir eins og Happy Gilmore og, þú veist... Happy Gilmore, Billy Madison. Já, Billy Madison, náttúrulega stóluðu mig bara. Það er einhver stórkostlegt grimmið sem ég séð, sko. Það er ógeðslega leiðir. Við höldum í vonina samt. Hann er bara dottinn í eitthvað svona fjölskyldupakka núna. Hann er að búa til myndi fyrir, þú veist, börni sínu og eitthvað. Verður þið ekki bara virða það? Jú, en það má nú alveg hafa það skemmtilega, sko. Já, þú ert svolítið okkar íslenski Adam Sandler. Þú ert að gera fjölskyldumyndir. Þarna fékkstu páskastrákinn til að brosa. Já, ég sé það. Ég vil hafa það svona glaðan. En svo kemur slúður hérna sem ég er virkilega ánægð með og það á að endurgera aðra mynd, en það er bíómyndin A Star is Born og hún er undirbúningi núna á fjallar söngvara Nirvana Kurt Cobain ef hann væri á lífi og það er Will Fetters handriðshöfundur myndarinnar sem hefur tekið þetta að sér og hann var mikill aðdáandi Kurt Cobain og fyrir mig var það eins og morðið á Kennedy þegar Kurt Cobain dó. Þetta var hryllilegur atburður. Já, en hvernig er það að Clint Eastwood með leikstýramyndinni. Hvað segirðu? Hvernig er það að horfa á þetta? Hvað ertu á einhverju livjum með það? Ég hlakkaði þvílið til að sjá þetta. Og það er ekki annað en Clint Eastwood sem ætlar að leikstýra þessu. Ertu að meina þetta? Hvað er aðeins? Hvað? Sýtur þarna rópandi og ógeðsluður? Þetta er bara svo mikið, það er einhvern veginn, það snýst allt Kurt Cobain, hann er svo góður. Hann er svo góður söngvari og nú hann dáinn, veist skilu. Hann var aldrei neitt eitthvað sérstakur söngvari. Var hann ekki vís? Hann bara þunglindis-pilla eitthvað, það er alltaf hágrænjandi og öskrandi í mikrofón. Ertu að reyna að eyðileggja þáttinn klukkan 18:04? Nei, bara þetta er svona... Hvernig getur þið sagt þetta? Nirvana er ein merkasta hljómsveit allra tíma og það er bara þannig. Þeir sko störtuðu bara nýjum hljóm sem að hétt grunge. Þetta var bara bylting í tónlist. Ok, frábært. Ok, frábært. Nei, ég meina, hver sagði þér það að þeir hefðu startað þessu? Hvað heldur þið ekki búin að fylgjast með þeim? Ég er einn stærsti aðdáandi Nirvana bara... Heldur þið ekki bara búið þetta til eða? Veistu hvað grunge er eða? Nei, ekki hugmynd. Nei, ekki þá verður að tala um eitthvað sem þú veist ekki um. Nei, ég tala bara út frá mínu hjarta. Já, og hvað er það? Kurt Cobain alltaf verið grenjandi út í horni? Já, hann var náttúrulega svolítið þannig típa. Nei. Nó. Það var ekki svona að vera einhver mega spaði. Að Kurt Cobain... Ég á ekkert heroin. Ég verður að fá heroin svo ég geti sungið My girl, don't lie to me. Kemur þetta frá, sko, tjöppi barnastjörnunni sem að dýrkar Keith Richards? Já. Hvað er hann annað en dópistu og rævill? Við skurðum munin á honum og Kurt. Hann er á lífið það? Hell yeah. Já, sko, valla.
Hann kannski með púlsan Keith Richards en hann ekki á lífi. Já, það er einhvern veginn svona alvöru rock í gegn. Keith Richards var aldrei grenjandi. Kurt Cobain var aldrei grenjandi? Jú, sást hann ekki á þessum tónleikum. Þú ert að eyðileggja slúðrið hérna fyrir mig. Án gríns. Þetta bara hættu þessu, ég hætti ekki að ræða þetta lengur. Já, og það alltaf að koma bíómyndina Star is Born með Kurt Cobain og þó svo að Sverrisson ætla ekki á hana, þá er þetta eitthvað sem ég ætla að sjá. Ég ætla að loka þessu slúðupakka svona áður en ég verð alvöru reiður út í hennan litla krullherða trúð sem situr hérna á móti mér. Michael. Ég ætla að spila þetta lag sérstaklega fyrir þig. Já, ég til ég, maður. Já. Upp á slagið? Já. Þetta eru þakkirnar? Já. Used to know. Það eru einhverjir sem að kannast við þetta að úti að stundum einhverjir áttur góða vini og þekkja á alla lengur, Sverrir. Ég? Já, þetta bara einhverjir sem þú þekktir einu sinni? Nei, það lagi fjallar það? Já, pínu. Ég nefnilega svo steiktur sko, ég hlust alltaf á svona lög. Já. Og mér finnst það ógeðslega góð, svo veit ég ekkert hvað þið fjalla. Já, þú rýnir ekki, þú ert ekki sem með textasmið. Ég er svo lélegur í ensku að þegar ég syngja með svona lagi, þá syng ég bara Didn't not counting song. Já, þú segir aldrei einn orð. Ég veit ekki hvað hann er að segja. Nei, það er stundum líka lendir maður í því að maður er búinn að syngja eitthvað lag og svo sérðu textan og þá fattar þau hversu vitlaus þú ert. Þá er búinn að syngja það kolvitlaust. Já. Það styttist hér í símaadkeppni hjá okkur Sveppa. Við erum með Hödda Magg eða Hörð Magnússon í hitaklefa dagsins. Já. Og það er í fyrsta sinn sem að við látum hann Hödda Magg heyra það síðan að við vorum með Höddaböggið á sínum tíma. Og við getum verið að láta hann heyra það hérna eftir. Við erum líka með páskahotni hérna rétt handa við hotni þannig að það er allt að gerast hjá okkur strákunum. En ég var að spá í að því að nú ert þú svona hamingjusamlega giftur, Sverrir. Já, ég er ekki giftur. Já, hún er ekki giftur, trúlofaður og hamingjusamur. Já, svona allir gangur á því. Já, ég er hamingjusamur. Já, ég var að lesa hérna könnun gifta menn. Já. Og þar sem að þú ert svona einn aðeins fái í þessum þætti, þú og Pétur sem að geta svona tekið þátt í svona umræðu með mér. Já. Svona menn, ábyrgðarfullir menn sem að, veist, eru konur með börn og konur og svona. Hárrétt hjá þér. Eitthvað sem að... Þroskaðir. Akkurat. Þroskaðir og ábyrgðarfullir. Já, 80% karlmanna vilja meina að konur þeirra séu ekki jafn góði kokkar og mæður þeirra. Er þetta eitthvað sem að þú kannast við, Sverrir Þór Sverrisson? Er konan góður kokkur? Já, hún er fín, sko. Já, hún er mjög fín. sko. Já. Hún sagði þetta satt með svona tóni eins og hún værið ekki, eins og hún er vorkinnin eitthvað. Já, hún er fín. Nei, alls ekki, sko. Nei. Já, hún er svona, þetta er allt öðruvísi. Það er eiginlega ekki að miða þetta við, sko. Ég man bara í gamla daga þegar maður var, veist, maður alltaf borðaði bara heimilismat sem krakki. Já, fiskibólur og svona. Fiskibólur í bleikri og kjötbólur og eitthvað svona. Kjötfass og svona. Já. Nú er þetta orðið þannig að konan elda þá hún að búa til kannski eitthvað svona tómatapasta og svona eitthvað svona, sko. Já, þetta er orðið aðeins meira arti í dag. Þetta er aðeins orðið meira svona daldið eitthvað fancy, sko. En eins og mamma, en þegar hún er elda núna, er hún að henda þá bara í fiskibólur eða er hún byrjuð að artiðast líka? Nei, hún er bara með lambalæri bernes og gömlu góðu fiskibólurnar í bleikri ef að út í það er farið og bjúu. Hún er ekkert betri en kona mín að elda. Mamma einn? Nei, en það er ákveðin skipti sem ég fer til mömmu í mat. Já. Það er þegar að kona mín er ekki heima. Já. Og ég þarf að elda, þá hringi ég í mömmu og segi, mamma, bjúu og uppstúf. Snull er á leiðinni. Ó já, af því að það er aldrei bjúur og uppstú heima á mínu heimili. Nei, ég reyndar hef aldrei borðað bjúur, mér finnst það ekki góðar. En sem mikið og ég elska pullur, þá er ég engin bjúurkall, sko. Og líka jafnvel bara pulsur og uppstú er ekki slæmt, sko. Nei. Þannig að maður fær svona stundum eitthvað hjá mömmu sem að maður fær ekki heima. Já, þú ert ekkert eitthvað, en sko, það sem er líka kjarnan til þessa könnurinn er að 32% karlmanna svöruðu því að þeir beri konur sínar og kærustu við móði sína. Mér finnst það eiginlega bara hálf ógeðslegt. Beri það sama við móður sína? Já. Það myndi ég aldrei gera. Nei, ég er ekki að leita að mér, sko, ok, ég viðurkenni að ég hefði alveg gott að vera með eina sem að, svona, gæti tuska með hans til, kannski. Já. Og einhvað sem að þú er nú minnst á sjálfur, að ég þurfi einhvern svona sem að, já, tekur bara við kefluna móðum minn og elum. Já, en veistu hvað ég myndi aldrei fara að bera það saman. Nei, veistu hvað er að fyrsta sem þú ætti að gera þegar þú ert að velja konu? Hvað? Tjekka á tengdamömmuðinni. Já, hvort hún lítið vel út. Já. Það er enda góða punktur í það, sko. Þess vegna barðist ég svona fyrir Írisi. Því að mammin er svo sexy. Þetta eru fallegi tónar hérna hjá okkur á FM 95 Blö. Það styttist hér í páskahotni hjá okkur, hitaklefan, adkeppni, það er alltaf að gerast. Það er bara sprenging. Já, Sveppi fekk óskalag áðan, ég fæ óskalag núna.
Þetta lag ekki síðra en heldur við vorum að hlusta á. Já, ok. Ég veit að þú fílar þetta ekki. Nei. Þetta finnst mér viðbjóðslega flott. Ok. Fyrir vinir mínir, Jay-Z. I don't know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hot, motherfuckers wanna find me. Og já, allir hlustundir þetta, þá styttist í páska, Sverrir. Já. Þeir eru bara dettinn. Já, páskarnir indíslegasti tími ársins. Finnst þið það? Finnst þið að ertu meira páskabarn en jólabarn? Já, sko, jólin... Það engin eitthvað þvílíkt páskabarn, maður aldrei heyrt það. Ég var alltaf þegar ég vaknaði á páskadag. Já, það súkkulaði? Nei, þá klæddi mamma mér í svona gulan páskagalla. Já. Og ég faldi mig og allir voru að leita mér. Nei. Það væri of gott samt. En þetta eina sem þetta er frí sem að þú veist að alltaf frá miðvikudagskvöldi til þriðjudagsmorgun. Já. Það breytist aldrei. Það það góða við páskana, ég veit. Það ekki svo jólin í fyrra, bara aðfangadagur, óþolandi. Brjálaður. Já. En eins og Sveppi kom inn að þá eru öll í fríi núna og það sem að... Ég að tala við því hérna. Já, sorry. Sko, þetta frí sem þú veist er alltaf 5 dagar. Já. Þú þarft aldrei að klæða þig upp. Nei. Þú fer aldrei í sparifötunum páskana. Jú, þú ert að vera í fermingu. Já. Days. Já, ok. Knockout. Já. KO. Og þú fer aldrei í páskabóð. Nei. Þú ert bara slakur. Já. Páskarnir eru þægilegir. Já, miklu þægilegir og miklu easy going. Já, maður reynda að dregin í sumabústaði og eitthvað svona, sko. Já, það nú ekki að draga mann í það. Nei, ég reyndar að elska það, þú veist að, mér finnst ekkert skemmtilega en að fara bara upp í bústað og spila eitthvað svona. Ég að segja samt, þú ert ekkert bara heima hér á bumbunni, þú ert oft að... Nei, maður svona að reyna bara að kíkja á fjöll eða whatever, sko, eitthvað svona, það svolítið þannig, sko. Já, það meðist að þessi páskar hjá mér núna, ég ætla að kalla þetta heilsupáskana. Okkur. Það bara stefnir í bara góða heilsupáska hjá mér. Sem ég ætla bara að vera duglegur að æfa og hafa gott. Ertu ekki alltaf að duglegur að æfa? Nei, svona, misjæmt. Hvað, skella bara í sig einhverju speltæki og... Nei, maður getur páska, ég ætla nú ekki alveg að missa mig. Sko, ef þú ætlar að brenna, talandi um heilsu, þá komið þetta lítið heilsuhotn. Já. Talandi um að brenna páskaeggi. Já. Ef þú borðar páskaegg nr. 5 frá Nóa eða whatever, ef þú ætlar að brenna því öllu, veist hvað þú þarft að gera? Þú þarft að hlaupa 14 km hraða til Hvolsvallar frá Reykjavík. Já, til að brenna því öllu. Þú ert að hjóla í 150 km, heyrði ég líka ekki starf. Já, bara til Víkur í Mýrdali. Já, hræsandi. Já. En hverjum ekki saman? Hverjum ekki, drullu saman. Maður gerir það ekki. Maður bara brennir þessu hægt og rólega. En ætlum við ekki að prófa að hringja ykkur á fjölskyldumeðlumi? Jú, við veitum að hafa svona, hvernig stemmingin í fjölskyldunum okkar. Já, og við erum að fara að hringja í fólk sem við vitum að skelli strax á okkur. Já, það kemur mér ekki óvart ef við viljum hringja í konuna mína. Ég ætla að hringja í konuna þína. Já, viltu prófa það? Já, ég ætla að byrja því. Og svo ætla ég líka að hringja hérna í systur mína. Ég ætla að hringja því hún núna heim í páskafríi. Ég ætla að hringja heimasíman hennar. Þá getur hún ekki, af því hún með save að skilur ekki svara. Já, í gemsan. En enga númer er byrjað í heimasíma. Nei. Fíla. Herruð, maður sjá, sýndum við númerið hjá Írisi. Og hvað, skellir hún bara strax á okkur, eða? Ég veit ekki, fyrir svona eftir, ég skal prófa að byrja að tala, en leið hún heyrir í þér eða eitthvað, þá skellir hún á, sko. Ok, þá bara þegi til að byrja með. Láttu mér svo sitta að tala við hana, bara, er það eitthvað planið páskan og eitthvað svona? Já, ég veit nú planið svo sem. Já, þetta er bara lúmskur. Nú, hún ekki búin að fatta þetta, sko. Hún sér eitthvað númer sem að... Hvað, getur þú ekki bara að syngja vinnun, eða? Jú... Íris mín? Já. Æ, Íris mín, hvað segir þið? Hvað er það? Hvað segir þið? Herri, ég er búinn að réttu. Og hvað? Það er að ringi þessu síma. Hvað segir þið? Það ringi þessu síma. Já, bara gemsið minn inn á skrifstofu? Nei. Jú. Þú ert inn á skrifstofu, annars væri ekki að ringja úr þessu númeri. Nei. Hvað segir Íris? Og herðu, alveg grunna, en þá ekki alveg eitthvað svona, svo bara leið og heyrði mér fíblunni, þá bara skellt á. Já, alveg leið? Já, það var ekki einu sinni hlegið eða sagt hæ auðvitað eða neitt. Það er bara eins og ég hefði gert henni eitthvað. Já,
Þetta yndislegt. Herðu, þá ætlum við að prófa að ringja í hina manneskjuna sem vill aldrei heyra í okkur. Það er systir mín. Eldri systir mín. Ég er að ringja núna í heimasímann hennar því hún er með okkur. Seifa það í símaskránni. Það sér í gemsanum. Hvað heitir hún? María Blöndal. María Blöndal. Maja Bæja. En er hún ekki úti eitthvað að vesenast? Já, hún er svona. Getur hún að gera eitthvað, sko. Hvað á hún mörg börn? Halló. Maja. Já. Hæ, Drauti. Hæ. Hvað segirðu? Fínt. Ekki, hvað er að gera? Ekkert sérstakt. Herru, hvað hvernig verður þetta á föstudaginn, segirðu? Matabóði. Heyrðu, það er ekki alveg skipulagt. Já, ok, verður það bara ég og Múta eða? Nei, og spila Dæja. eitthvað? Já, ok, nice. Hvernig væri að bjóða Sveppa Krull í mat? Nei, strákar. Hvað Frútast eða? Hvað segirðu? Nei, ég heyri ykkur. Hvernig væri að bjóða Keflunum í mat? Var ekki gaman að fá sveppinn? Nei. Herru, svona hefur þetta leið gaman að heyra í okkur. Ég vissi þetta, hún er alveg eins og Íris, bara ekki sens. Og veist, mamma hefur það ekki í sér að skella okkur þegar hún er búin að svara, sko. Hún frekar svarar ekki, en þeim er greinilega alveg sama. Já, það er bara leið á döð. Og vitið það, kæru hlustendur, að það er ekki sens að fá að vita hvað Íris, konan hans Svepp, allar að gera páskarna og hvað þá systir mín, Maja. Trúbadorkeppni FM 957, Túborg, Smirnoff og Dílar.is á úrillu góðrunni. Nú er komið að þeim árlega viðburði þegar við veljum Trúbador FM 957. Ef þú hefur gaman að því að syngja og spila, þá er þetta þitt tækifæri. Skráðu þig á heimasíðu FM 957 og komdu síðan í pröfu. Þeir bestu fá að spreita sig föstudagskvöldið 20. apríl á úrillu góðrunni þar sem Trúbador FM 957 verður krýndur. Athugið, alltaf 3 aðilar geta verið saman í atriði. Vegleg verðlaun í boði. Nánar upplýsingar á fm957.is. FM 957, Túborg, Smirnoff og Dílar.is. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Fjörið hefst með Túborg. Heiðar Austmann er í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC. Aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. Ice Cold. Falleg íslensk guldsmíði og hönnun innblásinn af íslenskri náttúru. Fegur íslenskra náttúru í öllu sínu veldi. Ice Cold. Fæst hjá Jóni og Óskari. Rafmagnsgítarar og magnarar frá Fender, Ibanez og Washburn. Úrval effekta og aukaluta fyrir gítarleikaran. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, Síðumóla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Ódýrar og gómsætar grísakótilettur í Krónunni. Grísakótilettur í ítalskri marineringu, hvítlauk og rósmarín eða New York marineringu með 30% afslætti á aðeins 1098 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Heineken páskabingo á úrillu góðrunni á miðvikudagskvöldið klukkan 9. Utanlandsferð í boði og verðlaun fyrir skemmtilegustu borðin. Dílar.is í dag. Miði á sérstaka forsýningu gammamyndarinnar 21 Jump Street í Smárabíó á aðeins 650 í stað 1300. Dílar.is. Fyrir þá sem vilja meira fjör. FM 957 kynir grínmyndina American Pie Reunion. What's up, classmates? Brian, you are bold. Upprunalegi hópurinn er mættur aftur í drepfyndinni mynd sem gefur fyrstu myndunum ekkert eftir. Nancy Implants. FM 957 býður heppnum hlustendum á myndina. When you have a kid, you have to make your own alone time. Fylgstu vel með á FM 957 og þú gætir unni miða. Awesome. American Pie Reunion. Frumsýnd 4. apríl land allt í samstarfi við Coca-Cola og Rafbinninga. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið Where Does It Bleed From. Lagi heitir samt From Now On og er með dikta. Hvað er að gerast hérna? Ég er alltaf með allt meður með hérna. Herðu, já, fyrir að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957. Já, þetta er ekki Reykjavík síðdegis. Nei, já, finnst þér aftanlegt ég skulle segja hvað þátt að fólk er að hlusta á? Já, það er samt maður gerir þetta oft, sko. Já. Þetta er svona eitthvað hluta á útvarpið að því við vorum að koma aftur inn úr auglýsingum. Já, svona rammaði inn allt og, já. Eins kjánalegt og er kannski. Já. En það er samt að það er eitthvað töff við þetta líka. Já, þakka fyrir það. Það er það sem ég er að reyna með þessu. Já. En hérna, við rétt árið fórum hérna í þetta lagaðan og þá skelltu þær á okkur bæði systir mín, hún María og Íris koma inn. Og þær virðast ekki alveg vera með sömu athyglishyggju við. Nei, sem betur fyrir kannski, sko. Já, gætirðu verið með
aðtekið sem sagt, hvernig á ég orða þetta, getur verið svona star couple. Star couple? Nú ert þú svona, þú veist, ert að gera þín eigin bíómyndir og ert í sjónvarpútvarp og svona. Getur verið svona Brangelina dæmi? Já, þú myndir alveg hjólið það. Það er rétti, ef að Íris, þú myndir ekkert, ef að hún væri fræg söngkona, þá myndir ekkert láta það eitthvað vera aftur að þér. Nei, mér var alveg sama, sko. Já. Ég er rosalega mikill þannig gaur, alveg sama. Já, þér er slett sama allt eiginlega. Já, ef hún væri bara fræg og myndi gera eitthvað og vera að syngja fullt, þá er það bara þannig, skilur. Já, bara skemmtilegt. Tækla maður það bara. Já. Það er ekkert eitthvað svona, þú fyrir að skemmta, ég er líka að skemmta, það pössum fyrir börninu, Já, það er eins og sér búin að hugsa þetta. Nei, ég var aðeins bara nú. Já, systir mín, hún er eins og allra finnasta, sko. Hún bara... Maja. Já, Maja. Hún hata bara allt svona. Hún er erfitt með að standa upp á sviði og tala og... Já. Ég náttúrulega hef þetta kannski frá pappa. Pappi var nú svona svolítið... Pappi vann í sjónvarpi, sko. Já, ok. Hann sá spurningaþátt í sjónvarpinu. Vá, ég með þess að vissi það ekki. Búin að þekka það lengi. Já, hann er alveg. Þannig að þú færði þetta frá hann, en mamma henni, er hún mjög feiminn, eða? Já, henni finnst ekki gaman að tala neitt, sko. Nei. Þegar hún var 60, þá var ég veislustjóri í afmælinu hennar. Já. Og hún var bara ekki neitt með mig. Ég bara, þú verður að koma og segja nokkur orð. Nei. Vildu hún ekki tala í 60-afmælinu sinu? Nei. Já, ok. En hún vildi bara vera hérna bara með... Bara út í hotni, bara á baka gardinu með bokku. Já, svolítið þannig, sko. Já, það var líka hennar afmælið, þannig hún ætti nú að fara á því. Það er hárrétt. Hér rétt handa við hotnið er hitaklefinn og atkeppnin hjá okkur strákunum. Jep, og svo má ekki glemma sturgluðum staðrendum í boði Sveppa Gull. Já, herru, þú ert með sturglaða staðrendir í dag, djúvill er ánægð með það. Þú bara láttu mig vita þegar þú ert til í það, sko. Já, ég hefði með þess að nánast verið til í það núna, en ég ætla samt að setja hérna lag sem heitir Rain Over Me. Já. Þetta er með Svessa Bergmann, svo ætlum við að fara í atkeppnina góðu og hitaklefan. 95 blöð með ykkur hérna á FM 957 og það er komið að dagskrárliðið sem við Sveppi keppum í á 2 vikna fresti og kallast þetta atkeppnin. Það er nú ekkert ástæðalaust að við keppum í þessu á 2 vikna fresti. Þetta getur að róðþægilegt. Þú vannst síðustu atkeppni. Já, ég vann síðast. Já. Og já, leikreglur í dag eru þannig að við erum komnið bara hérna með, við sitjum hérna saman félagarnir. Með fréttablaðið. Með fréttablaðið og við erum að lesa hérna smáauglýsingarnar. Já, sem eru ofta ótrúlega skemmtilegar. Já, og við ætlum að hafa bara reglum þannig að við þurftum að velja okkur einhverja smáauglýsingu og gera at í henni. Já. Ok. Og ég velja fyrir þig og þú mig að... Já, ég sé hérna eitt sem ég gæti kannski leikið mig með, sko. Ok, ég bara... Ok, hérna er nefnilega, það er verið að auglýsa einhverja símaspá. Hvað sem stekti það? Símaspá, ræð drauma, ekkert mínútugjald, tímabandan er hérna. Og hún heitir Stella, þessi stelpa. Ok. Ég er bara að taka að það sem að bara draumurum minn er eitthvað viðbjöður. Já. Og tjekka þig. Já, ég er til, þetta er góð hugmynd. Símaspá, hvað? Situr hún bara heima með kaffi í glæru glasi bara og sígarettu mann? Já, þú var ná peningum með eitthvað. Já, þú verður ríkur. Er atvinnuleysi í kringu þig? Já. Býrðu á Íslandi? Ég sá það. Já. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Er verið að spá svona? Símaspá? Já. Já. Langaði í svoleiðis? Já, ég ætla að tjekka á því að það var stemmingur í því. Ég er nú reyndar stödd í búðu núna. Já, ok. Ég er komin heim eftir svona cirka hálftíma. Já, ok. Og hvernig gengur, hvað borga ég? Þú borga 5.000, legg bara inn á reikningin minn. Já, ok. Ég get gefið þér upp hérna reikningsnúmerið ef þú vilt græja það á meðan. Já, ég sé út líka að þú ert að ráða í drauma. Já. Er eðlilegt að ég dreymi rosalega mikið foreldra mína nakta? Nei. Hvað þýðir það? Það er ekki. Nei. Það er... Það er ekki eitthvað skrítið? Nei. Það er ekki... Já, það fyrir eftir því hvernig þú lítur á það. Sérðu pening? Hæ? Sérðu pening? Hvar? Í framtíminni? Ég er ekki að stá fyrir þér. Nú, ok. Ég er út í saður, ég er út í búð. Já, ég heyrði eitthvað dúll og ég held að þetta væri peningur. Já, nei. Viltu ekki bara hringja eftir hálftíma? Jú. Já, ok. Bless. Æ, þetta er
ömurlegt að. Þetta var það að fyndi, nú hún bara, já. Naktifóreldrar. Og það var bara, veist, hún var að vesla í bónus. Ég gæti eiginlega ekki verið að drubla eitthvað meira það. Herru, aðja, þetta var ekki alls slæmt. Okay. Þótti það hafi verið stutt. Ok. Þetta var ekki alls, þú ert líka búin að setja einhverja konu núna í einhverja bara, ok, ég enn ekki heim að tala við þennan gæja maður. Þetta er 5 skall sem hún vill ekki. Já. Herru, hvað ætlaði þú að leika hann hérna? Ég ætla að ringja þarna og fá mér fæðubóta. Já, þú ætlar að ringja Herbalife, já. Og hvað, ætlar að vera að láta eins og segja hvernig, ok, ég ætla bara að hlusta. Já, ég maður sjá auðlýsingur. Já, það stendur bara hérna heilsuvörur, veist, árangum Herbalife yfir 30 ára og eitthvað svona. Ég held ég sé, já, ekki að segja. Herru. Ég er verri í þessu eftir aldrinum, sko. Ég er svo lélugur í þessu. Herru, þú vannst mig síðast. Mitt var nú ekkert, hérna, það er ekki það mikil pressaði núna, Sveppi, sko. Þetta var ekkert mitt besta að, sko. Hérna er líka tantranutt, maður. Já, ég er búinn að hringja það. Ég hringdi ekkert um það daginn. Herru, hérna ég ætla að henda það í þetta Herbalife. Má sjá númerið. Já, þetta er Óla. Já, nú er ég búinn að vera að prófa þetta Herbalife núna í hálft ár. Ekki lést gram. Vittu, og hvað get ég nú gert við því? En sko, ég er búinn að vera, það er búinn að vera að selja mér þessa hugmynd að þessu Herbalife. Já, og hver selur þið það? Það er bara alls konar fólk sem að hefur... Alltaf hjá þér hverju manneskinni? Nei, ég er búinn að fara til 2 mismunandi aðila. Já, og gefa þær ekki einhver ráð? Jú, þau gefa mér ráð. Já? En hversu mikið að ráðum getum nokkur maður fengið? Ég er 149 kíló. Ég er 1,69 á hæð. Já. Og búinn að vera á Herbalife... Ertu að hugsa að skipta dreifingaraðila og koma til mín núna? Já, ég er bara að reyna aðeins að átta mig á því hvað þetta Herbalife er að gera fyrir mig. Ef þú vilt vera viðskiptavinur hjá mér, þá býð ég þér í viðtal. Já, sko, og hvað, ég léttist nú ekki í viðtali. Er þetta ekki bara ein helvitist leiðin til þess að vera að hirða peninga af fólki? Ég held að þetta sé allt saman djöfuseskjaftaði. En ég get nú ekki gert það því, en ég get sagt þér það ef þú færðast til prógraminu þá virkar. Sko, ég pantaði mér tíma í Fitusogi. Já. Ég líst ekkert á það, heyris ég. Nei. Það er nú ein leið. Sú aðferð sem þú velur er besta aðferðin fyrir sig. Já, þetta segja þér allir. Já, sko, ástæðan fyrir því... Þetta er alveg eins og með handáburðin. Handáburð? Já, það verður að bera hann á sig til hann virki. Það er ekki nóg að kaupa hann. Ég hef aldrei notað handáburð. Nei, en hann virkar ekki nema maður nota. Það er ekki nóg að kaupa hlutina. Já, er ekki sami skíturinn allstaðar? Við erum búin að vera mislengi með mismikla reynslu og mismikla þekkingu. Ég er búin að vera í 10 ár. Þegar öllu er á botni kolt, þá snýst þetta mataræði. Það snýst eingöngu mataræði. Þannig að þetta Herbalife sull, maður getur geimt það upp í hillu og bara breytt mataræði. Nei, þú færð úr Herbalife shake, Það fær ekkert úr þessum Herbalife annað en eitthvað djöfusisrugl. Ég vil ekki þyngjast. Ef þú sko notar Herbalife sem viðbótið mat, þá þyngjast það. Það er þyngingarprógrammið. Já, akkur í annarskoðunum ætti fólk vilja þyngjast. Ef það er og forrast. Það er alltaf það sama. Sleppti þessu og keypti hitt og borðaði þetta og þá er allt í lagi. Og svo er aldrei rétt í lagi. Gangi þér vel. Já, sömuleiðis. Þetta er eitt besta að sem ég hef heyrt. Það er bara þannig. Þetta er stórkostlegt aðtjáðarsverðir. Herðu, hvað, erum við að opna fyrir Símon og aðtöða, sko, bæði öll hálslöpp, finnst mér. Þetta við, sko, smálýsingandar reyndar, ég hefði viljað tala lengur við mína. Viltu, og það verður upp í 3, fyrstur upp í 3. Vinnur atkettina, þessu sinni. Herðu, það er 511-0957, þetta er svona aðtöða hvað fólk segir og það er fyrstur upp í 3 atkvæði, FM 95 blöð, góðan daginn. Herðu, ég vil sveppa. Já, sjálfsögðu! Ánægðu með þig, hvað heitir þú? Mattías. Matti, takk fyrir þetta, Matti. Ekki það. Ok, bye. Já. Hann er ekkert að tala með raskatinn hann Matti. Farðu vallega, þú heyrði nú. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan. Ég segi auðvitað. Já, takk fyrir það. Takk fyrir þetta, kallið minn. Herri, já, það er... 1-1 og staðan í upp. FM 95 blöð, góðan daginn. Ég segi sveppi. Hendur þú svo sveppin? Já, sjálfsögðu. Fannst þetta ekki svolítið fyndið? Jú, þetta var helviti gott. Já, þetta hefði alveg mátt vera betra, en þetta var betra nutta. Já, betra nutta. Alla daga.
Já. Það takk fyrir að ringja. Já, blessaður. Later, my friend. Það er 2-1, Later. FN9 fyrir blöðgóndaginn. Blessaður. Sætlinu, hvað fætti þetta atkvæðin? Ég segði. Nei, herru, það er 2-2. Auðvitað, drengur! Sjómli, að fá ykkur, ég sæki mig. Það er úrslit atkvæði FN9 fyrir blöðgóndaginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvort atrið fannst þér betra? Herru Sveppi. Það var skemmtilegt. Já. Það var eitthvað fallegt við það, sko. Þú þarft ekki að sannra, hún er búin að segja það. Já, við erum að ræða það núna. Þetta var bara flott. Bara flott. Takk fyrir þetta. Herru, takk hjá fyrir það. Afturlega. Ok, bye. Herru, jæja, Sverri, þú vannst þessa atkefni. Ég er svo mikið sigurvegari. Já, er það your fuel? Það, ég veist, ég er vinner. Förum við örstuð skilabóð, svo er það hittaklifi dagsins, Höttum að. Þekkir þú lagið? Spilstu með í morgun þættinum Magasín og taktu þátt í skemmtilegum leik. Það sem þú getur spreytið á hina virka daga milli 7 og 10. Rýtaðu þig. Núna. Hraðpenningar.is FM95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Lakkeról og þú týnist í kynnslóðum. FM95 Blö á FM95. Það er gert allt. Já, Alexandra Börk hérna með Elefant. Hún er alveg, ég er með númerina. Já, en byrju, en keppnin er búin. Já, ég veit allt um það. Já, og hvað, ég vann hana. Já, nokkur og ég þá hringi aftur í hana. Nei, bara, það að því að þú endaðir á því að hringja. Já. Og endaðir á því að skella á hana með það í huga að þú ætlar að hringja aftur eftir hálftíma. Ok. Þú hringdir í hana fyrir klukkutíma eða eitthvað. Það væri bara að finna, veist, þetta er ekkert í keppninni. Það getur bara orðið ægilega skemmtilegt. Ok, þannig ég getur... Þá getur þú haldið áfram að segja og sért alltaf að dreyma mömmuðin og pappa allsbera. Og veist, þú ert alltaf að dreyma það að mammaðin, að þú vaknir og mammaðin og pappi standi alltaf allsber. Og ég segja það með hana? Já. En segðu samt að þau séu bæði dáin. Nei, hættu það er... Veitu? Svo hringi hana. Prófa þetta. Svona eiginlega dáin. Kona sem er að ráða draumum hérna. Já, ég man ekki hvernig röddum ég var. Já. Alltaf það saman. Gamli hana. Já. Já, halló. Já, halló. Ég hringdi áðan hérna út af draumum. Út af draumum? Já, þú ætlaðir að spá fyrir mér. Já, hvað er til þess? Já, ég var að spyrja út í að því að ég er búin að hugsa mikið um að ég er alltaf að dreyma foreldra mína nakta. Já. Og þú varst í búðinni þannig að þú gast ekki sagt mig hvað það þýðir. Nei, hérna... Hvað heldur að það sé? Viltu að láta spá fyrir þér? Já, svona að láta ráði í drauma. Það fylgir með spádómum. Já, ok. Já. Það er alveg hægt, sko, ef þú vilt láta spá fyrir þér. Já, en hefur þið dreymt foreldra en að gera eitthvað svona? Nei, Nei. Það er svo voða langt síðan að mínir foreldra dóu. Nó, ok, fyrir ekki það. Þannig að þá lendur ekkert í þessu. Nei. En svo er þetta dreymið líka stundum pöttur í kynlífi. Já. Það finnst mér líka mjög skrítið. Já. Þá er ég kannski bara að tala um einhver svona flugur eða eitthvað. Já. Er það eðlilegt? Það er nú oft fyrir svona einhverju leiðinlegu umtali. Já, þá er verið að baktala mig. Gæti verið. Ok. Það gæti passað reyndar. Ég er búin að vera með leiðindi. Já, það? Já, ekki leiðindi, ég er svona búin að rífast við systir mína. Já. Hún skellir alltaf á mig. Já. Er hún eldri en þú? Já, hún er 4 árum eldri en ég. Já, þá þykist hún vita betur. Já, trúðu mér. Já. En tengist það þó að ég dreif með pöttur í kynlífi? Pöttur í? Pöttur að gera eitthvað svona skrítið. Eins og flugur og maura og svona. Ég veit það ekki. Nei, það tengist það ekkert systir minni. Ég gæti kannski séð það ef að ég fær að spá fyrir þér. Já, ok, ég skilja. Já. Svo dreif ég stundum drauga að vera að senda mig fokkjupauta. Hérna... Er það ekki svolítið skrítið? Ég er upptekið núna. Já. Og verður að fá mér að borða. Ok, hvað er þetta að borða? Viltu alltaf spá fyrir þér? Já, ég vil aðalega bara spá í að því ég kauft
kaupt fullt á svona draumabókum og það virka að það segja mér aldrei neitt og þess vegna langaði mér svo aðtuga hvort að þú geti hjálpað mér með alla þessa skrýtnu drauma. Heyrðu, þá er það að vera á einhverjum tíma sem að ég má vera að því. Mér dreymdi einu svona lyklaborðið var að drepa mig. Heyrðu. Það skrýtið. Viltu að láta spá fyrir þér? Já, ef þú getur hjálpað með allt svona skrýtið, þá er ég til það. Viltu að ég spái fyrir þér klukkan 6? 6 í dag? Já. Gætu þið gert það klukkan 4 á morgun? Nei. Nei, ok. Ekki nema jú, ef þú syngir á morgun. Prófa bara að syngja á morgun. Ég er nefnilega að fara að synda nakin í sjónum klukkan 6. Já. Tengist það einhverju? Já, því að þú ætlar að fara nakin í sjóinn. Já, en það er bara svona hópið sem hittist alltaf, við strákarnir. Saman í bekkinn í gamla þetta. Já. Það er það tengist ekki draumunum mínu með það? Nei. Nei. En... Einu sinni dreymdi mig að vera drukkn í hæsi. Það er skrítið þegar ekki. Það finnst mér. Já. Heldur það segja gott að systir minni líka, að hún tekist vit allt? Nei, það get ekki ímynda mér. En má ég ekki vera lengur að þessu? Nó, ok, fyrir ekki. Hvernig getur það ringt? Ég get ekki ringt klukkan 4 á morgun. Hvað segirðu? Hvernig getur það? Því ég kennst ekki klukkan 6 að því að vera í Allsbyr í sjónum. Hvernig getur ég ringt á morgun? Þú mátt ringja alveg klukkan 1 eða 2. Ok, þú ringja 1 á morgun. Ok, þá förum við í drauman og allt þetta. Já. Herru, takk aðeinslega. Já. Ok, bye. Herru, já, hún er búin að ráða hans í eitthvað sem draumum með það. Hún er komið svaðaði challenge klukkan 1 á morgun, sko. Já, sko, mér langar eiginlega að borga, sérstaklega því að nú er ég búin að stríða henni tvisvar og er að taka tíminar. Já, og heyrður, hún sagði bara, já, viltu láta spá fyrir? Já, hún verður að fá seðilinn, sko. Já. Þá loksins getur hún sagt þér akkur úr að dreyma pöttur í kynlífi. Já, en það sem ég vill eiginlega gera núna ég er að leggja bara inn á hann á morgun og svo þegar ég og Pétur erum hérna morgun þá fyrir hún að spá í þessa drauma mín og þá fyrir hún búin að hugsa eins fleiri drauma. Pöttur í kynlífi, drukknandi í hæsi, Allsbyr foreldrar. Vinna svolítið með það. Já, átt eitthvað fleiri handað mér. Já, nótin. Dreymir alltaf að það séu dvergar að reyna að drepa þig. Já, það getur. Og þeir eru að reyna að drekja mig í hæsi. Ég er alltaf að hlaupa. Draumar er alltaf þannig annarkvæmst þetta falla eða þú veist að dreymir alltaf að sért að hlaupa. Já. Og það er alltaf hópur að dvergum að elda mig. Já, ég get að leggja með það. Ég ætla að heyra inn á morgun þannig að þá höldum við áfram með þetta. Hér réttandi á hotni er hitaklefinn en það er komið að upp á slægin að sveppa. Skemmtunin fyrir mig hérna í stúdíóinu þegar þetta lag er á. Það er alveg ótrúlegt hvað einn ungur maður eins og Sverrir Þór Sverrisson getur bölvað einu lagi. Þetta er sann. Þið finnst þetta ekki ljótlag þó þið finnst það stundu kjánalegt? Nei, málið það sem ég fíla ekki. Mér finnst þetta alveg flott lag, sko. Já, mér finnst þetta alveg flott lag og þetta er sama eins og með Justin Timberlake og svona. Já. Þetta er allt eitthvað svona... Hvað eins og sé að skýta það? MJ taught me that mirrors on the wall I hate myself I'm just like my daddy. Þetta er allt eitthvað svona miserable lið sem að, veist... Vilt þú bara bláa nópal og starta upp fyrir sjálfu? Já, það finnst mér, það er meira ég, sko. Já. Bara, veist, verður þú sjálfur með Helga Björns. Já, það er... Fá Helga Björns hérna og taka nokkuð síðan skinn sólur. Helgi Björns er búin að koma inn til tvisvar og hann er velkominn alla daga því að það er enginn á Íslandi svalað en Helgi Björns, það er bara þannig. En þetta er allt eitthvað svona, ég á svo erfitt líf en ég gerði það sem ég gat. Þurfum við ekki að hendi eitt svona lag? Ekki svona eitthvað svona miserable. En að prófa eitt svona miserable. Speilmynd í þér, ég spekla mig í þér. Ó, ég er ekki sá sem ég er. Ég sagði ég myndi flytja króknum. Eitthvað svona ömulegt eitthvað. Það er nefnilega málið. Já. Það er þess vegna sem ég fíli ekki, þetta er svo miklu aumingir. Jæja, herðu, hressum okkur aðeins við og förum í sturlaða staðreyndir. Þetta er í fyrsta sinn sem að Sverrir Þór Sverrisson er með sturlaða staðreyndir fyrir mig. Já. Því að það er búið að loka minni síðu en hann kom hérna með handa mér nokkra sturlaða staðreyndir og enda varst þú alltaf svona eitt stærsti aðdáandi þessa dagskrárliðs. Já, ég elska hann. Og svo er hitaklefinn að Hödda Makkirna rétt handa af hornið. Ekki missa af honum. Hvað ertu með handa mér í sturlaðum staðreyndum? Sturlaðar staðreyndir. Á því sveppakrull. Þetta er tilbúin. Já. Á hverri nóttu skiptum við 25 sinnum stellingu. Sturluð staðreynd. Ég fíla þessa.
Númer 2. Rúmlega helmingur fólks í öllum heiminum hefur hvorki notað síma né svarað í síma. Þessi stjórnlega staðreynd hefur komið í FNÍ blöð áður en ég fíla það meina? Mér finnst hún góð. Já. Konur blikka augunum helmingi oftar en kallar. Ok. Vissirðu það? Stressaðar. Gætu verið. Það maður veit ekki. Númer 3 eða 4. Augnárin. Fyrir mig út eftir. Heyrðu, meðalkind prumpar að meðaltali 12 lítrum af gasi. 12 lítrum? Sturlu staðurinn þarna. Algengasta nafnið í heiminum er Múhameð. Ef ég væri trivial þá hefði ég skotið á það. Ein af hverjum 80 fæðingum í heiminum er tvíburafæðing. Ein af hverjum 80 fæðingum er tvíburafæðing. Sjálfgeft. Hundar svitna á þófunum. Sturlu staðreynd. Sæhestur hleypur á 0,016 km hraða. Sturlu staðreynd. Og síðast en ekki síst, það fyrsta sem að Mickey Mouse sagði opinberlega var orðið hot dog. Hot dog? Já. Sturluðu staðreynd. Já, kæru gestir og hlustendur, þetta er Sverrir Sverrisson og þetta voru sturluðar staðreyndir. Það voru rosalega. Já, það er það sem að mér finnst áhugavert við þetta, eins og það er reyndar fullt af mönnum sem segja, hvað heldur þessu allir sem er þannig. Það er bara náttúrulega að vera að tala meiri hlutan og snúa sér, skiptum stellingu 25 sinnum enn svo. Mér finnst það svolítið áhugavert. Já, ég nefnilega draumum það að búið til heimildamynd nótt hjá mér. Já, ok. Bara það sem að mynda sjálfa þig. Mynda sjálfa mig og sjá mig sofa í sólarhring, skilja. Ekki sólarhring, 8 tíma solid. Já. Hvað skiptir maður oft í stellingu og hvað fær maður oft fram að pissa og labba maður í svefni og ég veit ekki. Hvað ertu, 70? Ertu alltaf fram að pissa á nóttinni? Nei, ég veit það ekki. Nei, vaknar ekki við það. Ég vaknaði þegar ég þarf að miga, sko. Ég mig ekki í svefni. Nei, þú gengur í svefni? Já, mikið. Hvernig veistu? Af því að ég hef ekki alltaf verið eitt, sko. Nei. Ég geng í svefni og ég tala líka mjög mikið í svefni. Já. Sem hefur sína kost og galla, en það var búið að segja mér samt að þegar ég var að gangi í svefni, mér langaði ógeðslega að sjá það. Það var eitthvað læknir sem sagði við mömmu að það geti verið hættulegt. Hvað? Að horfa á sig labba í svefni. Af hverju? Ég veit það ekki. Læknis? Ég er ekki læknisverið, þetta var eitthvað sem var sagt við móður mína. Er það bara ef þú fer upp í háskóla og lærir læknisfræði þá getur þú bara sagt fólki hvernig það hafa sig í lífi? Nei, þetta hefði ekki verið sálfræðingur. Þetta gerist eftir að móður mín nærið í mig út á Svalir einu sinni. Þá var ég 13 eða 14 ára, var út á Svölum á 4. hæð á Sauðárkróki og þá var mamma pínu stressuð og talaði við eitthvað og þá sagði hann til dæmis meðal annars að þú mátt ekki horfa á þig labba í svefni. Steikt sko, en þetta er stöðum stærri. Heldur þú að það myndi trufla þig? Nei, ég verð ekkert mikið truflaður en ég er svo sem þannig að það skeitir kannski ekki öllum máli en ég verði til að sjá það. Já, taka það upp maður. Já, við viljum að fara hérna í stuttskilaboð og svo er það hita klefi dagsins. Take it away. Nú eru páskarnir á næsta leiti og FM 957 er með glaðning fyrir þig. Alla virka daga fram að páskum gefum við páskaglaðning frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín. Fylgstu með á FM. Ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynnum. Það var ást við fyrstu sýn. Egils Malt og Appelsín. Sjáuð bara allt þetta súkkulaði. Ég get bara ekki beðið eftir að smakka. Nói Sirius. Við lögum barbecue-sósurnar á staðnum. Roadhouse. Snorrabraut 56. Fáðu meira fjör í tilveruna. Eplabítar gefa þér geggjaðan kraft. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Hey, þú mátt trú á það sem þú vilt. Við höfum trú á fermingatölunum frá Dell. 3 ára ábyrgð og ekkert vesen. Advania Reykjavík og Akureyri. Advania.is. Nonnabiti í Hafnarstræti er með opið til hann 2 allar nætur og fram á morgun helgar. Nonnabiti, best fyrir svanga. Taktu þátt í páskaævintýri Freyju og þú getur unnið glæsilega vinninga. Freyjuheimur.is. Trommusett frá Yamaha, Pearl og Tama. Cymbalar og slagverkshljóðfæri í miklu úrvali. Hljóðfærahúsi Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Vertu með í fermingarleik IKEA. Vantar þig stærra rúm, betra skrifborð, flottari fataskáp eða nýja hillu? Veldu vörur fyrir 100.000 krónur og þú getur unnið þær allar. Taktu þátt á IKEA.is. FM 95 blöð.
Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Magni Hugaró. Það já, ég held að þetta sé uppáhalds Eurovision-lagið mitt bara í langan tíma. Samt vann það ekki, því miður. En í góðru spilun hérna hjá okkur allavega FM 957. Og ég held að sé öðru sæti á íslenska vinsællistanum með eitthvað. Öðru eða þriðja. Ég er með það, sko. Já, Magni veit alveg hvað hann að gera. Hann gjörsamlega með þetta, en það er svo að komið núna að dagskrárlið hjá okkur Sveppa sem er vikulegur hjá okkur. Já, svona nánast í hverju viku. Þetta heitir Hitaklefinn og já, við þöttum á síðustu stundu hérna á hann að við höfum ekki enn gert neitt við Hödda Max síðan við byrjum í útvarpi. Nei. Við vorum með í Auð og Sveppa dagskrárlið sem heit Höddabögg. Og þá fórum við og plöstuðum bílinn hans og vöktum hann og tröfluðum hann í vinnunni. Já, oft svona leikið okkur með hann. Vakti gríðarlega lukku hjá öllum nema honum. Já, því miður. Það er bara svoleiðis. En það er eins og að komið núna á fyrsta sinn sem við látum Hödda Maga heyra það í útvarpi. Og hvað er betra að gera það en í hitaklefanum. Og já, hitaklefi dagsins er Hörður Magnússon. Og ég er að spá ringja hérna í hann. Og tjekka hvort hann svar ekki. Tökum maður. Já. Höddi Mag. Já. Komdu sæll og verður velkomin í hitaklefan. Læsaður. Hvernig ertu í honum, Höddi Mag? Bara fín. Hvernig nennir að vera, Höddi Mag? Ég get ekki það í gerð. Hvernig er að vera púlar í dag, Hörður Magnússon? Það er bara... Er það gaman? Það er misgaman. Liverpool er ömurlegt lið, ertu sammála því? Nei. Það er það! Nei. Finnst þér að vera góður í dag, Hörður? Nei. Hæ? Get ekki neitt. Skammastu þín fyrir þá? Róa þig niður. Skammastu þín? Nei. Hvernig er að vera sonur Björsa Bollu? Það er betra að vera sonur Prins Pólo, finnst mér. Þú heldur bara með ömurlegum liðum! Nei, ég er alltaf hlutlaus. Geturðu huggað við það að FH sé Íslandsmeistari fyrst að Pólararnir eru að skýta á sig? Íslandsmeistari í handbolta, huggað mig við það. Hættu þessu, Hörður! Við erum að tala um fótbolta! Fótbolta? Við verðum að vera hlutlaus. Er ekkert að liðunum að gera neitt, Hörður? Hæ? Er ekkert að liðunum að gera neitt? Nei. Þú lítur að sofa illa! Ég tek september á hverju nóttu. Af hverju hataru Valtý Björn? Já, það er ekki vant. Það hatar hann víst! Nei. Þú þolir ekki Arnar Björnsson! Hvaða vitleys? Er það fyrir hann sköllóttur, Höddi? Já, ég öfund hann. Hefurðu verið eftirlýstur í Hafnarfirði? Já, stundum. Af hverju? Nei. Þú hefur verið kærður! Nei. Þú lígur! Nei. Ertu hættur að slást, Hörður? Ég hef aldrei slegið. Þú slæst víst! Nei, hvaða vitleys? Ertu hættur að stela af ungum bönnum? Ertu hættur því, Höddi? Ég er löngu hættur því. Hvort ætlar þú að borða 5 páskaegg númer 3 eða 3 páskaegg númer 5? Bæði. Þú lígur því! Nei, bæði. Erðu, takk fyrir þetta, Höddi, og hafðu það sem allra best páskana. Bye. Það var Hörður. Já, þetta var fyrst sem við heyrim í honum sem við vorum með Höddabögg. Já, það er náttúrulega, sko, hann er ekki búinn að skýta nógu mikið á sig, sko. Nei, ég fann það bara þegar ég var að dæla á hann, sko. Já, hann er góður. Þetta er góður. Hey, I heard you are the wild ones, Flowrider. Flowrider. Hér hjá okkur í FM 95 Blöð og Sveppi með okkur innan til 6 í dag. Hún er snillingur sem ekki þetta. Hver? Þessi stelpa. Þetta er Gaur, Flowrider. Já, ok. Sem er með þetta lag. En ég veit ekki eins og hvað þessi stelpa heitir sem er að syngja. Þetta er Nicki Minaj eða eitthvað svona. Ekki. Þekki það ekki. Herðu, en hvernig verða páskarnir hefði Krull? Hvað segir þú, hvernig er páskarnir? Já, hvað ætlar að gera páskarna? Heyrðu, ég er að fara norður, maður. Já, ætlar að Akureyri eða? Já. Ok, nice. Keyra norður. Og vera þar í chilli? Hanga þar í 2 daga. Já, ok, hvenær ferðu þá? Fyrir morgun kem og fer í bústað frá föstudaginn langa fram á... Mér finnst það sniðugt að gera eitthvað á morgun og koma heim á föstudaginn og eiga svo bara þægilega helgi heima, skilur. Búin að taka svona eitthvað smá páskagrín. Ég held að það sé mjög sniðugt. Ég hef aldrei verið með neina svona páskahefð eða neitt. Páskaðinu á mér eru, þú veist... Það er nefnilega máli. Það eru svona ákveðna hefðir sem að maður svona apar upp eftir foreldrunum sínum. Já. Sem að eru kannski ekkert endilega gáfulegar.
Nú eins og hvað? Nei, menn að segja þetta bara eins og jólin. Já. Skilur við. Þar situr maður á aðfangadag, býður frá klukkan 8 á morgni í 12 klukkutíma til klukkan 8 kvöldið. Þá á allt í einu að fara að rífa upp pakkana. Þegar maður búinn að borða... Hvað, ertu að gera í hádeginu? Já, akkur ekki. Svo þegar maður búinn að rífa upp pakkana, þú veist, 8 ára, dauð, þreyttur klukkan 10:30 á aðfangadagskvöld, þá þarf maður að fara að sofa. Já, þú vilt meina að þegar rífa fyrr upp pakkana og getur leikið með það svona yfir daginn og kvöldi? Já, allt í einu þarfst að fara að sofa. Allir að fara að sofa, nú er komin nótt og jólin er búin. Eða gerir þetta bara eins og kaninn og opnir þetta bara á jóladag? Já, það meika miklu meiri sens. Já, en... Miklu meiri. En það er ekki svo... Og sama með páskana, skilju. Maður býður páskana, skírdag, föstudagur, langi, laugadagur. Svo kemur páskadagur, þá færðu páskaeggið þitt. Já, það svo kemur bara mánudagur og páskandi búin. Ertu að líka þessu saman? Varstu það spenntur fyrir súkkulaði sem úlingur á krakki að þú beist bara möndin í hálsinu bara í 3 daga? Já, ég meina, sem krakki, ég veit að þetta er ekkert merkilegt í dag að fá páska. Það er til 1.000.000 tegundir af þessu drasli og mann er alveg sama. En sem krakki var þetta spenna, maður fæði númer 3, 4, 5 eða 6. Já, reyndar, það er góða punktur. Það var hefðin, það er góða við hefðina heima á pappa. Pappi faldi alltaf páskaeggin. Já, það var líka þannig á mér. Faldi þau eitthvað stað, og þannig að maður vaknaði á sunnudagsmótni á páskadag og fór að leita. Og það var stemmingin, það var svo spennandi. Þetta var morgunmatum hans að fá sér páskaegg. Já. En hvað ætlar þú að gefa krökkunum þínum? Hvaða númer fá þau á páskaeggi? Þau fá númer 5 held ég. Það er ekki heldur stórt. Það er allt í lagi, Þetta er svo erfitt, Stelpan er 8 ára, strákurinn er 5 ára. Ég get ekki látið hana hafa númer 6 og hann 4, Það verður allt vitlaust á heimilinu. Já, þannig að þau þurfa að fá jafn stórt. Já. Ég einhvern veginn, ásamt engar páskaminningar. Ekki nema bara frá því að... Nei, bara einhverja slæmar páskaminningar. Pappin bara á gardinu fyllir í og... Nei, ég er að tala, skilur, að það er ekki hægt að líka saman páskum og jólum eins og þú ert að gera hérna, finnst mér, Nei. En, jú, ég var náttúrulega... Þetta er tvennt ólíkt. Já, ég haf góða páskaminningar í seinni tíð. Þú veist að maður hefur farið ellendis og svona haft að kósi páskana. En einhvern veginn sem krakki þá var þetta vel alltaf eins bara. Já, bara náttföt í 5 daga og páskaegg í smettið. Já, náttfötu og foreldrar mínu þennir í Iðufelli 6 og allir ferskir. En ég meina þetta er bara, allt er þetta kallinum að þakka honum Jesú maður. Já, hann á þessar 2 hátíðir. Hann bjóð þetta til. Ástæðan fyrir maður trúir þar að maður fær alltaf frí út á kallinum. Hann redda þessu. Já, hann redda þessu fæðast á þessum tíma maður. Já, þetta er stórkostlegt. Snillingur. Ég ætla samt að vona allir hafi það sem besti við páskana. Við reyndar F95 blöð verður á morgun. En bara svona til að halda líka börnunum mínu við efnið og svona. Þannig að þau viti aðeins út af hvað þetta gangi. Já. Þá ætla ég að crossfesta þau öll á föstudaginn langa. Bara þannig að þau viti út af hvað páskatinn ganga. Þannig byrja páskatinn. Ætlar að gera það eftir eða undan þau fá eggið? Þau fá eggið á sunnudeginum, Það er alltaf fyrst eitthvað slæmt og svo fá þau laun. Já, ok. Þannig að það verða crossfest 3 börn í Heiðagerði 106. Það sem ég bý á föstudaginn langa og svo byrja páskaveislan. Maður er að hlæja þessu, en þú veist það er fólk sem er að crossfesta sig á föstudaginn langa. Ég veit það. Hversu langt er hægt að fara með ruglið? Þegar þú ert dottin í þetta? Já, þá þarf að fara að setjast niður. Bara hugsa þinn gang. Já, leggja spilin á borðið og fá þig kaffi í glært svona glas. Kaffi í glært glas og horfa duglega í glasið og segja, Auðun, hvað ertu að gera? Nú ertu að fara að crossfesta hérna bara með þessu liði. En þetta er... Ég veit, ég er svo mikill aumingi, ég myndi aldrei, ef ég myndi trúa ofsalega mikið og vera bara, Guð er minn maður og öll hans fjölskylda. Er það ekki? Guð? Já. Ekki minn maður. Af hverju? Nei, ég meina, ég þekki hann ekkert persónulega, hann hefur aldrei hjálpað mér sérstaklega mikið, þannig séð ekki að ég veit til, Nú þurfum við yndislega börn. Já, það er ekki honum að þakka. Já, hann tekur pressa á mér að búa þau til, maður. Tekur þátt í þessu öllu. En já, ok, hvað það? En ef ég væri það mikið að trúa, ég þetta ætlaði bara, crossfestið mig, þá myndi ég alltaf bara svona, getum við ekki bara bundið mig upp á cross? Ég nenni ekki að fá hann að nagla aftur, þetta var svo lengi að gróa. Já, ég líka, maður svo mikill auðmikið, ég er bara hræddur við nánast blóð, Þannig að hvað þá, það fara að láta crossfesta mig einhvers staðar. Já, má ekki vera með hendurna niðri bara núna þessa páskana.
Ég verði til í það. Herðu, það eins og komið að lagi. Ég að leika mér núna að spila lög, Sveppi. Já, sem ég fíla ekki, eða? Jú, lög sem að ég svona, því að núna eru margir á leiðinni heim, eins og í gær, þá spilaði Fake Plastic Trees með, með Radiohead. Og núna ég að hugsa, þetta eitthvað sem ég fæst undir skammi fyrir FM, að þetta ekki á playlistunum okkar, sko. Fuck the playlist. Já, hættu þessu. Og þannig ef ég var á leiðinni heim núna, eins og margir, klukkan 20:06, situr í umferð, hvort sem að sólin ennþá upp eða ekki, þá var ég hrikalega til að heyra þetta. Þessu lagi og ég. Fyrsti maður til að senda mér SMS var Rikki G og spurði mig hvort það væri ekki alltaf lagi heima hjá mér. Við ætlum að fara hérna í örstuð skilabóð og svo mætum við Sveppi náttúrulega. FM 957 kynir grínmyndina American Pie Reunion. What's up, classmates? Brian, you are bold. Upprunalegi hópurinn mættur aftur í drepfyndinni mynd sem gefur fyrstu myndunum ekkert eftir. Nancy Implants. FM 957 býður heppnum hlustundum á myndina. When you have a kid, you have to make your own alone time. Fylgstu vel með á FM 957 og þú gætir unni miða. Awesome. American Pie Reunion. Frumsýnd 4. apríl land allt í samstarfi við Coca-Cola og Rafbinninga. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugg. Sack of wine. Life was like a box of chocolates. Þú gætir eftir í 5.000 kr. inneign hjá filma.is. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Róthausborgarinn búinn að slá í gegn. Kíktu við á Róthaus. Snorrabraut 56. Happy Days á B5. Frábær tilboð á milli 4 og 10 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Hver munurinn á venjulegri pítsu og eldbakaðri pítsu? Nú, eldbökurnar eru einfaldlega betri. Eldbökurdagar á öllum stöðum Ritso. Allar pítsur á matseili á 1380 krónur. Hringdu núna í síma 5777000. Ritso Pizza, Grensásvegi, Bæjarlind, Hraunbæ og Mosfellsbæ. Heineken páskabingo á úrillu Górillunni á miðvikudagskvöldið klukkan 9. Utanlandsferð í boði og verðlaun fyrir skemmtilegustu borðin. Nýtt hjá hraðpenningum. Þú getur fengið smá lán í alltaf 30 daga. Send okkur SMS í 1917 eða farðu á hraðpenningar.is. Betri þjónusta. Núna. Hraðpenningar.is. Smirnoff færi þér stærsta partysónkvöld ársins. Tónleikar Shit Robot í Reykjavík. Miðvikudagskvöldið 4. apríl, daginn fyrir skírdag. Á Factory, Smiðjustíg. Einnig koma fram BG Barregard, Casanova, DJ Marger og Daniel Ágúst. Miðasala fer fram á miði.is. Eilíf ást, Partysón og Smirnoff á Factory. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Já, hvernig á ég að ná þér einum? Já. Hvað, spurning hvað hann ætlaði að gera við strákinn? Já. Nei, maður segir svona. Oi. Já, herðu, það styttist í að klukkan verið 6 hérna hjá okkur strákunum eins og hjá ykkur hann úti. Já. En þú varst að spyrja mig út í Idoli, Sveppi. Ertu að horfa á Amerikan Idoli? Já, ég er að horfa. Með einhverjum heldurðu? Sko, það var mjög góður þáttur á föstudaginn síðast. Já, hún var ekki góður síðast. Já, en hún er litla asíska, hún er sjúklega góð. Rachel Sanchez, ég held með henni. Mér finnst hún best. Hún er mjög góð. Svo er hérna dökki strákurinn. Já. Já, dökki, svarti gæinn. Já. Hann er líka bara ótrúlega. Hann er hrikalega góður. Hann er Joshua. Joshua, já, hann er sjúklega góð. Hann getur farið langt. Já, ég held þetta sé svolítið á milli þeirra tvekja. Já, þau eru með alveg fantagóða röddi. Svo er þessi asíski strákurinn, hann er líka skemmtilegur. Hann náttúrulega fór síðast. Nú datt hann út. Já. Ég mista úrslitunum. Já, ok. Hann var látinn fara. Nei, var það? Já, hann var alveg fyndinn strákur. Já, hann var alveg húmor í honum. Hvað heit hann? Heitjún, eða ekki? Já, Heitjún, já. Hann var gaman á honum, hann er dattinn út. Svo er þessi litla ljósar aðna, hún er alveg, það eru pípur á henni. Já, hún er alveg fantagóð. Og það eru aðna nokkrar og þetta er spennandi keppni núna. Já, þetta er gaman þessu. Við viljum taka það fram hérna við Sverrir að sjálfsögur hann ekki að fara að crossfesta bönnu sín á föstudaginn langa. Ég ætla að vona strax komið ykkur kvörtun hérna. Ég ætla að vona að fólk sé ekki að taka það of mikið til sín. Þetta er sagt í gríni. Eins og allt annað í þessum þætti þá er ekki að marka orðaði sem við segjum og það hefur oftast verið þannig með okkur félaga. Sýnst líka. Já, það er líka hérna, Sveppi, ég var að sjá það. Við ættum að vera bara með dagskrálið. Ég var að tjekka hérna þessi á devaf.is. Við ættum að vera með dagskrálið þar sem við erum að fara yfir kommentakerfi devaf. Já. Það er
þar finnur einhverja mestu neikvæðni sem maður fyrirfinnst. Já. Bara í íslensku þjóðfélagi. Já. Hérna, ég ákvað bara svona að tekka, ég sé nefnilega að það grein þetta frá DFF, þar sem að stendur skora á Davíð að bjóða sig fram til forseta. Já. Og svo kemur þetta, hefur ekki svara áskorunum. Ég hugsaði með mér, eru DFF að henda þessari, og þetta engin grein eða neitt, eru þeir að henda þessar stað til þess að fá fólkið, af því þú veist alveg að það eru margir sem að vilja ekki fá hann sem forseta. Já. Og þá byrja kommentakerfið. Og það eins og þetta sé bara gert fyrir þá. Hlýtur að vera aprílgabb eða aprílgubb. Svo kemur annar hérna. Þjóðun og allt annað og betra skilið en geðstýrðan sér hagsmuna gæslumann sem forseta þjóðurinnar. Þessi maður viðbjóður. Kemur hérna, nei takk, hef ekki áhuga. Og þetta allt bara eitthvað svona. Já, þetta snill. Spýtlegt eðlu komið í tísku á Íslandi. Yfirgangur, hótfinni, ógnarnir, græðki, rópur, dilgjur, spilta, mannræðingar, sleikjugangur, sjúkleg, persónudirkur, ritstöldu, menningarlegu, nýðningaháttur. Svo eitthvað sé nefnt. Öllu var hent á kollu og lest úr dygðum og heimskana viti. Þetta allt eitthvað svona. Þetta náttúrulega ekki lægi. Nei, vonandi aprílgabb, allavega mjög ósmekklegt grín og kostnað almenning, segir Óskar Steinina. Og það er bara öll kommentin svona. Já, það allir brjálaðir bara. Já, og veist, að því að DFF fyrir að segja að skora á Davíð Oddsson að bjóða sig fyrir hann til forseta. Ég er engin aðdáandi Davíðs. Nei. En ég einhvern veginn, mér langar ekki að æla blóði þó ég sjá þess að greini þetta, sko. Nei, og mér er líka alveg sama hvort að bjóða sig fram eða ekki. Ég er ekki að fara að kjósa hann, en ég veit ekki þörf fyrir að fara á netið og skrifa eitthvað þetta, sko. Nei, þetta er svona. Og það er eiginlega alveg sama hvaða frétt DFF hefði komið með þarna. Það er alltaf einhvern sem kemur, þetta finnst mér nú skrítið og fyrir neðan allar hellur með hvernig þessi maður er búinn að haga sér í stjórnmálum undanfarið. Það er alltaf einhver. Og það er ekkert endilega bara stjórnmálum. Það er bara hvort sem út sundrottning eða... Já, ég veit nú ekki betur en að hún hafi sogið sig á toppinn. Skilju, það er alltaf eitthvað svona. Það er allir eitthvað svona. Það er allir fávitar. Það er allir fávitar. Ég reyndar ekki séð þetta komment en það kemur mér ekki á óvart. Það er mikil neikvæðni að inn á milli. En það er eins og að komið að lokum hérna hjá okkur Sveppa í dag. FNÍF blöð kveður þennan þriðjudaginn sem er samt hálfgerður fimmtudagur, það hugsaður út, já. Því að það er þáttur á morgun og svo eru farnir í frí. Já, og það var pínu mánudagur í mér í gær. Já, sem að var samt mánudagur. Þetta er alveg ótrúlegt. Svona er lífið skrítið. Pétur Jóhann verður mættur hérna morgun klukkan 4. Við verðum með ykkur frá 4 til 6. Takk vel á móti Rikka G sem er að detta inn í hús. Hann ætlar að vera með topp tónlist fyrir ykkur alveg til 9 í kvöld. Sverrir hafði það sem allra besti við páskana. Sömuleiðis. Hún hafði það gott á Akureyri, enda gott fólk þar. Ó já. Við ætlum að enda þetta að því að svona nettu 50 gangi. Við ætlum að henda bara í smá partíð í lokin. All of the lights. Kanye West og félagar. Nú dansa ég. Nú ætlum ég að dansa alla leið út í bíl. Heyrjumst á morgun. Hún er fórskott. Já, samkvæmt öllum pappírum á hún að vinna okkur. Já. Hún er alltaf vön að feika fullnæg. Hún hefur aldrei fengið fullnæg og hún feikar hann alltaf. Nú færðu 15 króna afslátt af lítranum í 10. hvert skipti sem þú greiðir með OB-lyklunum. Kynntu þið málið á ob.is og sæktu lykil. Afsláttur allan hringinn. Nú eru páskarnir á næsta leiti. Nói Sirius. Fljótt, já. Gott, ó já. Roadhouse. Snorrabraut 56. Bleikur og sætur Samsung Galaxy Y snjallsími er á fermingartilboði hjá Símanum með 500 króna inneign í 6 mánuði. Kynntu þér úrvalið af fermingarsímum á símin.is eða í næstu verslun Símans. Netverslun.is og Nýherji. Á morgun er magnaður miðvikudagur hjá Símanum og þá færðu 4 GB minnislykil með öllum nýjum netlyklaáskriftum og greiðir 0 krónur fyrir netlykilinn gegn 6 mánaða bindingu. Gildir aðeins á meðan birgðir endast. Vertu í góðu sambandi á stærsta 3G-neti landsins páskana. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Þó það sé á einhverju vikutilboði. Hjá hraðpenningum. Þú getur fengið smá lán í alltaf 30 daga. Send okkur SMS í 1917 eða farðu á hraðpenningar.is. Betri þjónusta. Núna. Hraðpenningar.is. Þriðjudagstilboð Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos 58-12345. Hvað er mjög fotn í þessu? FM 95 blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. FM 957.